Tannlæknisfræðin hefur verið kennd við Háskóla Íslands frá árinu 1945 eða í meira en 80 ár. Fyrst var kennt í aðeins 2 herbergjum á efri hæð aðalbyggingar háskólans, en frá 1983 hefur tannlæknisfræði verið kennd hér í Læknagarði. Nú verið að stækka Læknagarð og stefnan að komast í nýtt og betra húsnæði innan fárra ára. En komið með okkur, við skulum kíkja á hvernig kennsla fer fram í tannlæknisfræði árið 2025. Almennt eru teknir 8 nemendur inn í námið á vorin fyrsta árs. Þeir sem sækja námið fara í inntökupróf í júní sem sameiginlegt með læknisfræði og sjúkraþjálfun. Hérna erum við að byggja upp tennur úr vaxi fyrir bitfræði. Þeir 40 hæstu fá að hefja nám í tannlæknisfræði á hausti fyrsta árs. Svo eru samkeppnispróf í lok fyrsta misseris og í kjölfar þeirra býðst þeim 8 nemendum sem hafa hæsta meðalengun að halda áfram námi á vorin. Nám í tannlæknisfræði tekur 6 ár. Frá og með haustinu 2025 útskrifast nemendur með BS-gráðu eftir fyrstu 3 árin, en það nám er að mestu bóklegt. Eftir það hefur þau nám á klínikinni. Námið þar tekur 3 ár til viðbótar. Þetta er líklega komið inn í taug og við getum þurft að fara í rótfyllingu á þessari taug. Hér er svo nemendur á 3. ári, en þau vinna í þessu herbergi sem kallast preklínik og er undanfari þess að þau fá að meðhöndla sjúklinga. Þarna framkvæma nemendur verklegar æfingar með sömu verkfærum og tannlæknar, en sjúklingurinn er nokkurs konar prúða. Nemendur framkvæma þar tannskurð, annaðhvort til að gera fyllingar í tennurnar eða til að setja krónur á þær. Einnig framkvæma þeir rótfyllingar við sömu aðstæður. Þessar æfingar standa yfir í 1 vetur og í kjölfar þess hefja þau nám á klínik. Nemendur eru einu sinni í viku á klínik þegar þau eru á öðru námsári. Þá fá þau aðstoða nemendur á seinasta ári við skoðun sjúklinga. Þetta er gert til að nemendur fái snertingu við sjúklingana. Þau hefja svo sjálfstætt klínískt nám á 4. námsári og meðhöndla sjúklinga alla virkadaga þar til námi lýkur. Tannlæknadeild rekur einu opinberu tannlæknastofu landsins og veitir þar mikilvæga samfélagslega þjónustu. Almenningur getur óskað eftir þjónustu við deildina með því að panta tíma í skoðun. Tannlæknameðferðin er framkvæmd af nemendum tannlæknadeildar undir umsjón kennara þeirra. Nemendur meðhöndla alls konar tannheilsuvandamál á klínik, svo sem fyllingar í tennur, læra að hreinsa tennur og meðhöndla sjúkdóma sem koma upp í tannholdi sjúklinga, læra að meðhöndla sýktartennur og fá að gera rótfyllingar í þær, draga tennur sem þarf að fjarlægja og gera einfaldar skurðaðgerðir í munni, undirbúa munnholið og taka mát til að smíða laus eða föst tanngervi, meðhöndla börn, meðhöndla þá sem þurfa tannréttingar og ýmislegt fleira. Agalega flottar tennur. Nemendur taka röntgenmyndir af tönnum sjúklinga. Einnig er í skólanum stórt röntgentæki sem tekur breiðmyndir sem sýna allar tennur munnsins ásamt kjálkaleiðum. Þetta tæki tekur einnig sneiðmyndir. Þessu stóra tæki er þó ekki stjórnað af nemum, heldur sér starfsfólk deildarinnar að taka myndir fyrir nemendur. Eins og sjáið er nám í tannlæknisfræði bæði fjölbreytt og skemmtilegt, en líka krefjandi. Ef þú vilt vera tannlæknir, þá er að gera að skrá sig í inntökuprófið sem fer fram í byrjun júní ár hvert. Það er fyrsta skrefið. Við mælum allavega eindregið með námi í tannlæknisfræði.